Tilbúið Ragnar? Já. Það Gefum bara merki hvernig ég má byrja. Góðan daginn og velkomin að kynningarfund. Ragnar Sæmundsson heiti ég og er formaður umhverfis- skipulagsráðs, afsakið. Hér á eftir mun Halla Marta Árnadóttir, skipulagsfulltrúi, fara yfir þær vinnslutillögur sem hér eru til umræðu og eins mun Svala Hreinsdóttir, sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs, fara yfir það sem snýr að íbúðakjarnanum sjálfum. Halla Marta, gjörðu svo vel. Já, þannig hérna er ég að kynna breytingu á aðalskipulagi Akranesar og þá við í Jörundarholt. Hérna séum við bara það sem Ragnar fór yfir dagskrá fundar. Það verður hægt að senda inn spurningar á meðan fundi stendur. Þeim verður svarað í lok fundar og er svona spurningamerki efst í hægra horninu. Og við hvetjum bara alltaf til þess að fundurinn er klukkutími. Við svörum þeim spurningum sem við getum og möguleiki að við svörum þeim spurningum sem ekki er hægt að svara þá bara í e-maili eða svoleiðis. Eins og staðan er þá fyrirliggur uppsöfnuð þörf á íbúðakjörnum á Akranesi til að þjóna fötluðu fólki. Varðandi staðsetningu á slíkum kjörnum hefur bæði verið horft til þéttingu byggðar og nýbyggingasvæða. Til stendur er að reisa 3 íbúðakjarna. Búið er að koma fyrir í núna tilvonandi skipulagi Skógahverfis, 5 íbúðakjarna þar. Svo er verið að horfa á Dalbrautarreit fyrir íbúðakjarna og svo í þéttingu byggðar í Jörundarholti, 3. Hérna er skipulagsferillinn og þá tímalínan sem við erum að vinna eftir. Eins og staðan núna erum við á byrjunarstigi, þar sem er skipulagslýsing fyrir auglýsingu og kynning sem er núna. Og þá fáum við ábendingar og það sem mögulega mætti betur fara í þessu ferli. Eftir það þá er unnin frekari gögn og skipulags- og umhverfisráð þá samþykkir að auglýsa þau gögn og það fer fyrir bæjarstjórn sem samþykkir einnig að auglýsa yfir þau gögn og það er síðan sent til skipulagsstofnunar til yfirferðar og það tekur 6 vikur og síðan er auglýst. Og þá er athugasemdafrestur, eins og ég segi, 6 vikur. Og öllum bara heimilt að koma með athugasemdir á þeim tíma. Hér sjáum við núverandi. Hér sjáum við núverandi og tillögu að breytingu. Eins og þið sjáum þá er þetta verið stækkun á IB10 reit við Jörundarholti. Stækka til austurs á óbyggt svæði eða ómerkt svæði samkvæmt aðalskipulagi. Þetta er kringum 2000 fermetrar sem stækkunin heilir til og er einungis undir húsið með íbúðakjarna. Hér sjáum við þá áætlunum hvernig endurgera eigi svæðið og þá í leiðinni og íbúðakjarninn verður byggður. Það verður, leikvöllin verður endurgerður fyrir stærri aldurshóp og fótboltamörk eru ennþá þarna til staðar neðar. Stígar verða malbikaðar að hluta, það er þessi megin stoppstígur sem verður malbikaðar og gerður fyrir gangandi og hjólandi sem að liggur frá suður til norður. Og svo eru hérna tengistígar sem að tengja þá svæðin á milli saman, þannig að við fáum meiri tengingu á milli íbúðarhlutana. Hér sjáum við íbúðakjarnan. Þetta eru 6 íbúðir ásamt starfsmannarými og þær eru allar stúdíóíbúðir. Húsið er í kringum 540 fermetrar og það er á 1 hæð. Svo á eftir að vinna samt allar hönnunarvinnu er eftir og þetta er einungis hugmynd eða tillaga. Horft verður í litaval á húsinu með núverandi hverfi í huga og jarðbundið tónar og lágstemmd er áætlunin.
Húsið staðsett svona til að veita sem minnstu óþægindum fyrir íbúa og fara sem minnst inn á eða nálægt við lóðir hjá íbúum í kring. Þetta framkvæmdatíminn sem áætlaður að þetta taki, eins og staðan núna þegar skipulag liggur ekki eins fyrir, þegar skipulag liggur fyrir þá áætlað að fara í hönnun á húsinu og það áætlað að taka 4 til 5 mánuði. Í framkvæmdaleyfi verður byggingarleyfið grenndarkynnt fyrir íbúum í 4 vikur. Þetta gert þar sem að Jörundarholt ekki deiliskipulagt svæði og þar öllum velkomið að koma athugasemdir sem betur mætti fara. Eftir það, og ef það liggur samþykki fyrir því, þá jarðvinna hafin og ætlað 2 mánuðir og svo byggingatími í kringum 12 til 14 mánuðir að lokinni jarðvinnu. Hér sjáum við allar helstu veitur sem eru til staðar, þannig að lítið mál ætti að vera að tengja húsið fyrir veitum. Svala ætlaði núna að fá að tala um starfsemi íbúðarkjarnans og í hverju því felst. Góðan daginn, heyrðu í mér. Já. Svala Hreinsdóttir, ég sviðsstjóri á velferðar- og mannréttindasviði. Ég mun fara yfir nokkur atriði sem snúa þessu máli á okkar sviði. Sveitarfélög hafa ríkar skyldur gagnvart fötluðu fólki. Meðal þess að tryggja framboð á fjölbreyttu leiguhúsnæði og tryggja fötluðu fólki leiguhúsnæði í samræmi við þarfir. Einnig rík skylda að veita aðstoð til þess að gefa fötluðu fólki kleift að búa á eigin heimili og stuðla að fullri aðlögun þess og þátttöku í samfélaginu. Sveitarfélög tóku við þjónustu við fatlað fólk árið 2011 og fram að þeim tíma var ábyrgð í höndum ríkisins. Frá þeim tíma hefur töluvert breyst og meðal annars viðhorf til fatlaðs fólks og í búsetumálum hefur áhersla færst frá herbergjasambýlum í íbúðir og íbúðakjarna í almennri íbúðabyggð. Samkvæmt reglugerð húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk húsnæðisúrræði íbúðarhúsnæði sem aðgengilegt og skilgreint sem leiguíbúðir fyrir fatlað fólk. Jafnframt kemur fram í reglugerð svo í lögum almennar íbúðir að íbúðir skulu vera í almennri íbúðabyggð, stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúða og félagslegri blöndun. Það metnaður Akraneskaupstaðar að fylgja þessum ákvæðum eftir og að íbúðir fyrir fatlað fólk verði í almennri íbúðabyggð í sveitarfélaginu. Í því felst að verið að skoða mögulega þekkingarreiti í sveitarfélaginu fyrir þá 3 íbúðakjarna sem fyrirhugað að byggja á næstu árum fyrir fatlað fólk og einnig verður gert ráð fyrir íbúðakjarna í skipulagi í nýrri íbúðabyggð í Skógarhverfi. Með þessu einnig verið að opna fyrir frekari valmöguleika á dreifðri búsetu í sveitarfélaginu eða sveitarfélagi fyrir fatlað fólk sem leigir íbúðir og þannig stuðla enn frekari fjölbreyttri samsetningu íbúða. Með félagslegri blöndun eykst félagsleg aðlögun og að samfélaginu og dregur úr aðgreiningu. Íbúar á Akranesi eru ekki einsleitur hópur og fatlað fólk eins og við hin hluti af samfélaginu og því ekki einsleitur hópur. Og það hluti af mannlegum margbreytileika að búa í samfélagi við ólíka einstaklinga. Sveitarfélag hefur metnað til að sinna skyldum sínum við þá sem þurfa aðstoð við í húsnæðismálum. Akraneskaupstaður hefur á síðustu árum átt farsælt samstarf við húsnæðissjálfseignarfélög eða stofnanir uppbyggingu á leiguhúsnæði fyrir fatlað fólk, svo sem Brynjar leigufélag, Þroskahjálp og svo núna þá leigufélag aldraðra. Með slíku samstarfi sótt stofnframlag til ríkisins og leggur sveitarfélagið sem samsvarar 16% af heildarkostnaði við uppbyggingu húsnæðisins og verður húsnæði í eigu húsnæðissjálfseignarfélagsins. Íbúar húsnæðisins eru því leigjendur hjá viðkomandi félagi. Leigutekjur greiða niður framlagið á 50 árum og að þeim tíma liðnum fær sveitarfélagið greitt sitt framlag tilbaka.
Húsnæði sem fyrirhugað er að reisa í Jörundarholti er húsnæði með 6 leiguíbúðum fyrir fatlað fólk, auk aðstöðu fyrir starfsmenn. Gert er ráð fyrir að íbúar þurfi aðstoð í daglegu lífi sem gerir þeim kleift að búa í eigin heimili og taka virka þátt í samfélaginu. Byggingin gerir ráð fyrir að hægt sé að veita sólarhrings aðstoð en það mun fara eftir íbúum hvort þessi þörf hverju sinni. Í dag er á biðlista eftir leiguhúsnæði fyrir fatlað fólk 16 einstaklingar og áætlun á næstu árum er sambærilegur fjöldi. Fatlað fólk er, eins og segja áður, ólíkir einstaklingar eins og aðrir og þurfa mismunandi aðstoð í daglegu lífi. Fatlað fólk ferðar sinna með mismunandi hætti, margir nýta sér akstursþjónustu, aðrir fara að ferða sinna á eigin bíl, með eða án aðstoðar, einhverjir fara gangandi en aðrir nýta sér almenningssamgöngur eða hjóla eða rafskurtljós og eitthvað sem nefnt. Samtal við einstaklinga sem eiga umsókn leiguhúsnæði hjá okkur, aðstandendur eða persónulega talsmenn þeirra vegna þessar byggingar hefur ekki farið fram ennþá, enda erum við á byrjunarriti í þessu ferli. Og það er mikilvægt að byggja upp samfélag sem fagnar margbreytileikanum og allar íbúar finna þessi velkomnir í samfélaginu okkar. Það eiga allir rétt á eigin heimili. Við verðum líka að virða rétt fatlaðs fólks til friðhelgis og persónuverndar í tengslum við upplýsingagjöf og því verður ekki fjalla meira það aðstoð sem að verður veitt inn á þessum heimilum, frekar en önnur heimili í sveitarfélaginu. Og ég bara loki máli mínu á sinni. Og bara takk fyrir. Komið hefur nokkrar spurningar. Hér er einn spurning frá Stefán Skafti Steinþórsson. Góðan dag, ég hef unnið með fötluðum í rúmlega 10 ár og þekki nokkuð vel til málaflokksins. Því undrast ég þessa staðsetningu sem er víðsfjarri þeirri þjónustu sem skjólstæðingum stendur til boða. Þetta er í raun galin staðsetning með við þau vandræði sem akstursþjónusta fatlaða býr við. Kannski best að svala svari þessu. Já, ég bara vísa aftur til þess að fatlað fólk eru bara ólíkir einstaklingar og það er ekki allir sem nýta sér ferðaþjónustu eða akstursþjónustuna, en auðvitað einhverju þeirra. Akranes er ekki víðfeðmt sveitarfélag og það eru góðar almenningssamgöngur líka og svo eru fyrirhugaðar breytingar á akstursþjónustu fyrir fatlaða. Þannig að ég að svo stöddu þá tel ég þetta ekki verða vandamál. En það mun það líka verða val, það verður engin skikkaður til að búa í þessu húsnæði heldur munum við bjóða þeim sem eiga umsóknir leiguhúsnæði hjá okkur að leigja í þessu húsnæði. Þannig að það geta allir, þeir sem fá boð geta samþykkt og líka hafna og óskað eftir annarri staðsetningu. Já, ég ætla bara að minna á það til að spurningin sé gild og þarf að koma undir nafni þar sem þetta er fundur sem er ritaður fundur sem er sendur Skipulagsstofnun þar sem allir ábendingar þurfa að koma fram. Hér er spurning frá Ásgeiri Rúnari Viðarssoni. Daginn þjónustuhúsnæði á Vesturgötu var undirreist nýtt fyrir aðra einstaklinga en fatlaða og var síðan selt til einkaaðila. Er eitthvað sem kemur í veg fyrir að þetta húsnæði verði nýtt eða selt með sambærilegum hætti? Vil taka þetta á sig? Það er að félag húnum sem kemur í veg fyrir það. Já, ég get svo kannski svarað þessar spurningu. Það er svo kannski ekki endilega sem kemur alveg í veg fyrir það, en félagaformið er samt mjög hamlandi. Þetta fer í gegnum hásiskerfi. Við fáum styrk til hluta af kostnaðinum. Þannig að það er mjög flókið. Húsnæði sem var á Vesturgötu er húsnæði sem við kaupum af ríkinu þegar málaflokkurinn færist yfir til okkar og kaupstaðurinn á.
þetta er ekki húsnæði sem kaupsmaður kemur til með að eiga, en hins vegar mjög flókið að selja undir annað en starfsemi sinna ætlaði húsið í upphafi. Takk. Já, góðan daginn, ég heiti Kristján Atli Sveinsson og ég formaður velferðar- og mannréttindaráðs. Það líka annað sem að ber að taka fram að húsnæðið sambýlið á Vesturgötunni var herbergjasambýli og það er ástæðan fyrir því að það var tekið úr notkun og þar af leiðandi selt. Það húsnæði þótti ekki vera uppfyllir þær kröfur og bara mannréttindi fatlaðs fólks með varðandi heimili þess. Húsnæði sem fyrirhugað er þarna í Jörundarholti er íbúðasambýli. Þannig að það er bara allt önnur hugsun á bak við það. Þannig að í Vesturgatan var selt vegna þess að það var íbúðasambýli sem var tekið úr notkun. Takk. Herbergjasambýli. Já, Sævar Þráinsson bæjarstjóri, þannig að bæta einu við þessi svör sem hafa komið sem er að þetta form, það er að segja húsnæði sjálfseignarfélagi, það bindur í rauninni það félag til 50 ára. Og svara fyrirgefðu annarri spurningu frá Stefáni Skafta. Þannig að íbúðakjarni ætti að vera miklu nær fjölliðinni og í göngufæri fyrir alla. Það er ekki allir fatlaðir sem að vinna í fjölliðinni og markmiðið er náttúrulega að auka atvinnu fyrir fatlað fólk líka bara á almennu vinnumarkaði, þannig að vildi bara láta það koma fram. Já, Svala, gætirðu farið aftur með svarið þitt vegna þess að það þarf að setja hljóðið yfir á þig og fólk misti aðeins af hluta á svarinu þínu. Gætirðu farið aftur yfir þetta? Já. Ég vildi bara svara þessar ábendingum frá Stefáni Skafta. Íbúðakjarninn ætti að vera miklu nær fjölliðinni og göngufæri fyrir alla. Það er nú bara þannig að það eru ekki allir fatlaðir á Akranesi sem vinna í fjölliðinni og náttúrulega markmiðið í atvinnumálum fatlaðra er að auka atvinnutæki þeirra í bara á almennu markaði, þannig að vonandi verður það líka framtíðin. Þannig að það er erfitt að byggja upp og kjarna fyrir fatlaða bara í kringum fjölliðina. Það er ekki almennt. Lögum að leiguíbúðir fyrir fatlaða séu í almennri íbúðabyggð. Já. Takk fyrir þetta, Svala. Hér er spurning frá Unni Gunnarsdóttur. Virkilega stórfurðuleg staðsetning, mikil röskunin á rótgrónu hverfi, húsið allt of stórt og langt frá þjónustu, passar á allan hátt, illa er ekki til betra svæði á Akranesi. Í þessari við að finna staðsetningu fyrir íbúðakjarnann í þéttingu byggðar sem er í markmiði Akranesar í aðalskipulagi var horft til nokkra staða og bæði var staðsetningar valdnar innan velferðarráðs, skipulags- og umhverfisráðs og með ráðgjöfum hvar væri hentugasta staðurinn og þessi staður var valinn í þetta skiptið og alveg hægt að segja það að við þurfum að nýta svæðin okkar betur þar sem að Akranes er landlítið sveitarfélag. Hérna er Stefán Skafti Steinólfsson með aðra spurningu. Svæðið sem ræðir er ekki nýtt á neinn hátt og geta þar myndast vindstrengir. Þetta er mjög undarlegt orðalag þar sem að grænu svæðin eru notað miklum fjölda bæjarbúa. Það er ábyrgðarhluti og ganga á græn svæði sem íbúar hafa valið til búsetu við. Það sem að segja ekki nýtt á neinn hátt, þá er í aðalskipulagi er þetta sagt vera
óskráð svæði. Það er ekki skráð sem grænt svæði, það er ekki skráð sem íbúðasvæði, það er skráð sem óbyggt, ómerkt svæði. Þannig að það er það sem á við það. Með vindstrengina þá höfum við fengið ábendingar að það sé mikill vindur sem fer þetta niður í hverju vinda. Það getur vel verið að það sé rangt og bara byrjum velvirðingar á því ef það er. Hér kemur spurning frá Bjarnheiður Halldórsdóttir. Góðan daginn, mér finnst málið ekki snúast hvers konar bygging á að rísa á þessu svæði. Heldur að það hafi verið að byggja á grænu opnu svæði í miðju stóru íbúðarhverfi. Hvernig vilja bæjaryfirvöld réttlæta það fyrir íbúum í Jörundarholti að ganga á þetta græna svæði í grónu hverfi sem allt í einu er orðin þéttingarreitur? Hvernig meta bæjaryfirvöld áhrif þessa á fasteignaverð húsa sem standa næst svæðinu? Sigurður Páll, ætlar að svara þessu? Já, góðan dag, Sigurður Páll heiti ég, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs. Það sem er verið að gera þarna eins og Halla kom inn á fyrr á fundinum að við erum bæði að þétta byggð og síðan að byggja íbúðakjarna á nýjum uppbyggingarsvæðum. Þetta er í rauninni bara raðhús með 6 íbúðum og það sem verða fatlaðir einstaklingar sem að njóta ákveðna þjónustu. Þannig að það er í rauninni alveg í takt við það sem er á svæðinu og síðan til viðbótar að þá erum við að horfa kannski á þetta ómerkta svæði sem Halla ræddi að meiri festu kannski heldur en verið hefur og við erum að setja þar inn gönguleiðir með skýrari hætti og leiksvæði. Þannig að við erum að horfa til þess hlutur sem að svæði hefur til viðbóta því að reisa þennan íbúðargarð. Takk fyrir. Hér kemur svipuð spurning frá Ársæli Þóri Jóhannsssyni. Við val á staðsetningu var ekki tekið tillit til mikilvægra grænna svæða í þéttingu byggðar, þarna er verið að klípa í sundur eitt aðal einkennisvæðis hverfisins og tengingu neðra Jörundarholts við skógræktina. Við teljum að við séum ekki að slíta svæðið þar sem við erum að reyna að bæta stíga og bæta umgang svæðið og það verði með einhverjum skipulegum hætti. Og það sem Sigurður kom inn á áðan. Hérna er spurning frá Friðrik Alfredssoni. Fyrirhuguð bygging er í engu samræmi við núverandi byggð á svæðinu þar sem verið er að breyta fullbyggðu og fullmótuðu hverfi. Hér er verið að skerða verulega grænt opið leiksvæði barna í Jörundarholti sem er það eina fyrir allt í Jörundarholt barna hefur verið fótboltavöllur, leiktæki fyrir börn. Það var verið að skerða lífsgæði íbúa við að hafa útivistarsvæði við híbýlisins. Benda má á að opnu svæði norðan við efstu húsin í Jörundarholti var á sínum tíma fótboltavöllur sem ekki lengur þar sem golfklúbburinn Leynir hefur helgað sér þetta svæði fyrir æfingasvæði. Falla þessar breytingar að stefnu bæjaryfirvalda að vera með græn opin svæði íbúðabyggð. Við teljum að við sem ekki beint að taka græn svæði og auðvitað erum við að færa mögulega eins og fótboltavöllin en leikvöllurinn er að halda sig á sama stað. En fótboltavöllurinn eða mörkin færast þarna neðar sem að gæti verið rask fyrir þá íbúa sem eru það. En við erum ekki að taka leiktæki eða fótboltavöll af börnum og við erum ekki að taka leiksvæði af. Við erum einfaldlega að nýta svæðið öðruvísi. Hérna kemur önnur spurning frá Friðrik Alfredsssyni. Hafa þessi áform verið kynnt sérstaklega fyrir þeim sem búa í þessu hverfi og hefur skipulags þá verið unnið í samráði og sátt við þá? Þetta er bara fyrsta breyting á aðalskipulagi fer svona fram að skipulagslýsing er auglýst og þá má fólk koma með ábendingar og síðan er kynningafundur. Þannig að þetta er bara ferli, en það hefur ekki verið neitt sérstakt persónulegt samráð.
Önnur spurning frá Friðrika Alfreðssyni. Allt þetta mál virðist vera unnið í miklu flýti. Auglýsingin fyrir þennan fund birtist á heimasíðu Akranesskrifstofu 2 daga fyrir það. Það er 17. ágúst, fundurinn er boðaður í hádeginu og flestir eru að stunda vinnu og síðan afgreiða tillöguna í beinu framhaldi á fundinum í skipulags- og umhverfisráði. Er þetta eðlileg vinnubrögð? Það er ekki stefnt á að það þarf að klára tillöguna. Þetta eru ekki fullunnin gögn sem við sjáum hér og þannig að það er ekki vita hvernig þetta fer á fund skipulags- og umhverfisráðs. Með auglýsingu þá er ekki skilt af skipulagsstofnun hvenær eða hvernig á að auglýsa. Það þarf bara að vera ná til flesta. Og við höfðum skipulagslýsinguna uppi í 2 vikur eða meir. Og með tímasetningu það er hægt að hafa aðgengi að þessum fundi eftir fundin lýkur. Þannig að það geta allir horft á hann á sínum tíma og þegar þeim hentar. Og við erum ekki að banna fólki að senda inn e-mail eða ábendingar ef það eitthvað er. Við tökum vel til allt þannig. Stefán Skafti Steinólfsson, takk fyrir svörin hingað til. Ein spurning til allra og ekki síst bæjarstjóra og bæjarfulltrúa. Nú er ljóst að 250 til 300 milljóna tap verður á málaflokknum. Er þá ekki rétt að skila málaflokknum til ríkisins og taka síðan höndum saman við ríkið uppbyggingu til næstu 100 ára? Já, bæjarstjóri hérna, þakka fyrir spurninguna. Þú reynda lítið með þennan fund akkurat að gera, en það er rétt, það er tap á þessu málaflokki í rekstri bæjarins og við höfum samtal það við ríkið og við munum eiga fund með ráðherra þau mál. Frá því að ríkið skilaði þessu málaflokki til sveitarfélagsins hafa 600 milljónir króna halli á þessu málaflokki frá árinu 2011 og við höfum af því áhyggjur og við erum að vinna markvisst í því og engin stefnumarkandi ákvörðun hefur verið tekin neitt í þeim neitt í þá átt sem að spyrjandi velti fyrir sér. Já, ég held ég hef ekki meira að bæta. Ég skal bæta þetta. Sælur aftur, það er mín skoðun að þessi málaflokkur eigi heima hjá sveitarfélögunum. Þeir sem njóta þjónustunnar eru mun nær allri ákvarðanatöku og mun nær þeim sem skila þjónustunum til þeirra, þannig að bara það eitt og sér er kostur fyrir þjónustuþegann. Það er hins vegar alveg rétt að sá munur sem er á þeim fjármunum sem að sveitarfélagi fær til rekstursins frá ríkinu og síðan hvað reksturinn kostar er alvarlegur og það þarf að ræða það. Það er mín skoðun að þessari þjónustu sem miklu betur komið í hendur sveitarfélagsins heldur ríkisins. Það er alltaf hluti af því sem við erum að glíma við núna er það að meðan þetta var í hendur ríkisins á sínum tíma þá var byggt hér á Akranesi eitt herbergjasambýli á Vesturgötunni. Það sem við erum að glíma við núna er þessi uppsafnaða þörf á búsetuúrræðum fyrir fatlaða og það er hluti af því að koma þeim inn í gróin hverfi á Akranesi og auka fjölbreytileika í búsetuúrræðum bæði í þjónustukjörnum og í búsetum með stuðningi í annaðhvort íbúðum sem eru á vegum annarra félagasamtaka eða bara í öðrum kerfum, hvort sem fólk á þau sjálf, sumir eiga sínar íbúðir sjálfir og hús sem þau búa í. En hins vegar erum að glíma við það á þeim tíma sem Jörundarholti byggist upp og Grundarhverfi að þar er ekki verið að gera ráð fyrir
svona búsetuúrræðum innan þeirra, en það segir samt ekki það að fatlaðir eigi ekki rétt á að búa inn í þessum hverfum og það að við séum að klípa 2000 fermetra af þessu græna svæði eða óskilgreinda svæði af svæði sem maður mælir frá Garðagrundinni og upp fyrir sem 1,4 hektarar tæplega. Þá þetta ekki stór hluti af því græna svæði sem við erum að nota eða erum að kanna möguleikann á því að nota undir búsetuúrræði fyrir fatlað fólk. Það náttúrulega fatlað fólk sem býr í Jörundarholti, hefur búið í Jörundarholti og vill búa í Jörundarholti. Allar fullyrðingar það hvar fatlað fólk eigi að búa og eigi ekki að búa eða nálægt hverju það á að búa og á ekki að búa eru bara ekki gildar eða marktækar. Fatlað fólk á náttúrulega bara að búa innan annað fólk á sínum eigin forsendum og hafa til þess marga möguleika og það okkar hlutverk samfélagsins, bæjarins og bæjarfulltrúa að tryggja það að búsetuúrræði fyrir fatlað fólk séu til staðar og séu í öllum hverfum Akraness. Vegna þess að við gerum það ekki, þá erum við að brjóta á fatluðu fólki. Við eigum líka, ef sjónarmiðið það að byggja bara upp búsetuúrræði nálægt þjónustustofnunum sem fatlað fólk sækir, þá erum við í raun og veru að búa til gettó fyrir fatlað fólk í kringum verndaða vinnustaði, sjúkrahúsin eða aðra þjónustustofnun. Þetta bara sjónarmið gengur ekki upp og við verðum að stíga út úr þessu. Já. Týndi smá hraðanum, byrju. Hérna frá Kristleif, bærinn með eitthvað almennt plan varðandi uppbygging á græna svæða? Mér finnst aðalega þrengt á þeim eða eitt út eins og nú planið. Eins og þannig þá í aðalskipulagi Akraness verið að reyna að þétta byggð og þá erum við að skoða margvísleg svæði, bæði illa nýtt svæði þar sem byggingar eru fyrir og líka græn svæði. Og hvernig hægt að endurgera og mögulega betrumbæta og nýta betur bara þá innviði sem eru til staðar. Bjarnheiður Hallsdóttir, góðan dag, mér finnst málið ekki snúið hvers konar bygging á að rísa á þessu svæði. Já, sorry, ég komin hérna. Já, hérna, Sigrún Guðný sá ekki teikninguna almennilega á myndinni, var húsið en ekkert bílastæði. Með fjölda íbúa og starfsmanna hlýtur að þurfa bílastæði fyrir 6-12 bíla sem tekur nú sitt pláss. Er það rétt álitað hjá mér? Eins og staðinn þá ekki bara, þeir sjáu þarna frumhönnun af aðra leiksvæðinu og hvernig mögulega húsið mun snúa og ég geti sýnt það aftur. Svo. Svona. Ég sjáu það betur. Og þá sérðu að það búið að gera ráð fyrir einhverjum bílastæðum en það getur vel verið að þörfin verði meiri og það þarf bara að skoða það og hanna það. Þetta einungis svona fyrstu drög og valla það en það verður að sjálfsögðu metið og það rétt að það fatlað fólk sem á sinn eigin bíl og starfsmenn og annað. Ársæll Þór Jóhannsson í nafni þéttingabyggðar með íbúar í Jörundarhóls þá búast við að það verði byggt frekar á þessu græna svæði. Ég get ekki fullyrt neitt að það verði ekki gert eða neitt svoleiðis en það allavega ekki á planinu núna. Til staðinu núna.
Hérna er spurning, góðan daginn, en 6 íbúðir möguleiki á að bæta annarri hæð og þá fjölga íbúðirnar 5 með tilliti til að vera lyfta. Kannski Sörrir eða Svala sem vilja sjá því? Líka svo Eða hérna Kristinn? Almennt varðandi svona fústu þarna almennt ekki tala æskilegt að íbúðirnar séu fleiri en 6. Þannig að það þess vegna sem að þessi tala þetta bara svo stærð á íbúðarkjarna sem já, æskilegt. Svo náttúrulega líka. Ég ætla bara að bæta við að í reglugerðum um húsnæðisúrræði þá er talað að hámarksfjöldi sé 6 og þess vegna þessi bygging bara með 6 íbúðum. Sigrún Guðný, sama spurningu áðan, mega íbúðar Agnesar almennt eiga von á því að skerða ferðir á grænum svæðum og breyting á skipulagi í rótgrónum íbúðahverfum. Þetta er bara sama á áðan. Valmundur Árnason, hvað er langt frá nýrri byggingu að spennustöð? Mætast ekki helgunarsvæði og jaðarskautsköst? Þannig að Sigurður Páll tekur þetta? Varðandi veitumál og annað, þar með talið rafmagn, þá erum við í samstarfi núna við veitur að skoða þau og meðal annars þetta verður skoðað með tilliti til þess, en það er í sjálfsveit óalgengt að spennustöðvar séu nálægt byggingu. Þannig að, eins og ég segi, þetta er bara í skoðun, en það er málið á byrjunarreit. Takk fyrir. Hérna er Bakir Anwar Nassar. Góðan daginn. Aðeins 6 íbúðir möguleiki á að bæta önnur hæð við og fjölga íbúðirnar 5 samtals. Þetta er bara sama og áðan. Og Friðrik Alfreðsson hefur verið hugað að skipuleggja lóðir fyrir íbúðarkjarna í nýju skipulagi sem Dalbrautar með hverfi sem nú hefur verið að skipuleggja öllum skógræktina. Já, það er búið að setja fyrir í skógahverfi 5 sem mun vera þá hjá skógræktinni. Og svo er nú þegar í Dalbrautareitnum gert ráð fyrir íbúðum fyrir fatlaða í fjölbýlishúsinu. Grétar Már Óðinsson, hvar má finna umfjöllun þá valkosti sem verið að horfa til íbúðarkjarna í fundargerðum velferðar og mannréttindaráðs og skipulags- og umhverfisráðs? Hvaða fleiri staðsetningar verið að horfa til með framtíðar uppbyggingu huga? Eins og stað núna hefur bara verið að skoða staðsetningu á 3 kjörnum og er það núna með þessum og svo í skógahverfi og þá hefur ekki verið að skoða fleiri. En Sigurður Páll ætlar að klára. Varðandi þessa spurningu að þá liggur fyrir í fundargerðum væntanlega sem sagt varðandi Jörundarholtið og það sem farið á stað í því tilliti. Síðan er verið að vinna núna skipulagi í skógahverfi 3C og skógahverfi 5 og í skógahverfi 5 þar er verið að ræða sem sagt svona íbúðarkjarna líka og svo er svona bara umræður óformlegar frekari hugsanlega útfærslur á Dalbrautareitnum. Þannig að þetta er staðan hvað það var þar. Takk fyrir. Grétar Már Óðinsson með aðra spurningu með þá mynd sem sýnd var og flokkast sem frumdrög. Þar er gert ráð fyrir 8 byggjum, þar á 2 fyrir fatlaða, er ekki augljóst mál að það mun stærra svæði fyrir þessa byggingu. Eins og segir, útlastar á bílastæðum og annað er bara eftir, en þetta er 540 fermetra bygging og hún á ekki að þurfa stærra svæði en þetta, þó að það verði bætt við bílastæðum.
það einungis hönnun sem að mun sjá til þess og verður það grenndarkynnt ef það fer í það ferli. Hafið þið tölu á fjölda þeirra athugasemda sem hafa borist vegna þessa tillögu og eru þar aðgengileg almenningi einhvers staðar. Þetta eru nú einungis kallast athugasemdir ábendingar sem að verða svo sendar til Skipulagsstofnunar og auðvitað erum við með tölur það og það er sendt Skipulagsstofnun en það er ekki aðgengilegt almenningi þar sem þetta eru svona persónulegar upplýsingar. Myndi ég halda. Já, svona til að bæta við þetta, eins og komið fram, þá er ferlið á byrjunarstigi. Skipulagslýsing er í rauninni bara lýsing á áformum sveitarfélagsins varðandi skipulag á svæðinu. Síðan er þessi kynningafundur sem við erum á núna og síðan í framhaldinu ef að bæjarstjórn samþykkir að þá fer þetta í þessa 6 vikna auglýsingu. Þannig að ítrykka bara enn og aftur þetta ferli er á byrjunarstigi. Hérna kemur Margrét Snorradóttir, góðan daginn, þessi umræða eigi ekki að snúast hverju búi í húsinu, heldur það hvað er verið að taka á grænsvæði í hverfinu, hvernig hafið þið hugsað ykkur bæði fyrir bíla, starfsmanna og íbúa. Þetta er bara svolítið sem við höfum komið inn á áður. Og Sunna Dís Jensdóttir, með tilliti til réttinda fatlaðra væri þá ekki réttara að bærinn keypti íbúðir húsnæði á mismunandi stöðum með miðlæga starfsstöð fyrir starfsmenn í stað þess að byggja eitt hús sérstaklega fyrir fatlaða. Svala? Ég skal svona fara kannski aðeins að skilja hvernig aðstoð er við fatlaða sem búa á ein heimili. Þetta er náttúrulega mismunandi. Við erum með það eru byggðir kjarnar þar sem er sólarhringsþjónusta, þannig að sólarhringsþjónusta samnýtist öðrum íbúum. Svo eru á sjálfsögðu eru íbúar í sveitarfélaginu, fatlaðir og aðrir íbúar sem að njóta aðstoðar og þjónustu frá sveitarfélaginu og það verður miðlæg starfsstöð fyrir þá starfsmenn á Dalbraut 4. Þannig að við erum bara með mismunandi þjónustuform og útfærslur. En ég ætla ekki að svara fyrir hvort það væri réttar að bærinn keypti þetta, en við þurfum að vera með sólarhringsþjónustu og þá er verið að gæta að svona sjálfsögðu þurfa að horfa líka í rekstrarformið og það nýtist bara fleirum þar sem er sólarhringsþjónusta. Ásgeir Rúnar Viðarsson, þessu var ekki svarað í spurningu hér að ofan frá Bjarni, hvernig meta bæjaryfirvöld áhrif þess á fasteignaverð hús þar sem standa næst svæðinu? Sigurpáll? Eins og fram hefur komið að þá erum við að ræða íbúakjarna sem inn í samsvara sér að við teljum vel inn í hverfinu. Þess lítið viðbótar að þá erum við að taka upp þetta græna svæði sem ætti líka að vera landslagsstyrking fyrir hverfið. Þannig að okkar mat er það að þetta eigi ekki hafa áhrif á fasteignamat til lækkunar og jafnvel þá bara til hækkunar með batnandi grænu svæði. Það er svona eins og við sjáum þetta akkúrat núna. Takk. Athugasemdar verða gerðar aðgengilegar leið og búið er að þegar það er sent til Skipulagsstofnunar og annað, þá verða athugasemdar gerðar aðgengilegar. Sjá, hvað vorum við? Tek undir með Bjarni að þetta snýst ekki, vonandi ekki í huga íbúa í jörður sem hvernig fólk á að búa á svæðinu, heldur hvort eigi að byggja. Þarna við hrósar bæjarstjórn fyrir að metnaðarfull plön sem er í gangi aðstöðu fyrir fatlaða og vonandi hugarfarsbreytingar við fatlaða.
Og Stefán Skafti Steinþórsson, takk fyrir svörin, gerir tillögu að rífa gömlu slökkvistöðina við Laugabraut og byggð verði myndarlegt hús, helst í hring sem dugi til komandi 100 ára. Takk fyrir. Já, hver veit. Ekki að koma fleiri spurningar inn. Ég býð í svona mínútu. Hvort það komi fleiri? Getur verið það. Það var engar spurningar komin núna á síðustu mínútuna, þannig að ég vil segja slítum bara fundinum hér og ef það er einhverjar fleiri ábendingar þá er hægt að senda tölvupóst á skipulagt@akraness.is. Og vil ég bara þakka fyrir fundinn og vona hann hafi upplýst ykkur sem best. Takk fyrir. Er það spurningar? Ó. Komum víst 2 spurningar inn í lokin. Þannig að ef við taka þær. Ársæll Þór Jóhannsson, ef ekki verður af byggingu þessa hús, ætla bæjargjöld sér að bæta aðstöðuna á þessu græna svæði eða er hún skilyrt? Sigurður Páll, ætlar að svara þessu? Já, ef ég reyna að svara þessu þá held ég að svarið sé þannig að við munum horfa til þess að reyna að bæta þetta græna svæði alveg óháð því hvort við byggjum eða ekki. En kannski þetta hús hefur svolítið hreyft sjónum á þetta svæði og þar með hvernig við getum hugsanlega bætt það og ég held að það vil alltaf gert óháð öllu öðru. Takk fyrir. Já. Sala, komið þér. Spurningin. Hvað segir þú? Og eitthvað spurning þú beint til mín? Hvað var spurning 2? Nei, það er ekki. Þetta var sama spurning. Tveimur föstum þegar Og þakka bara aftur fyrir fundinn og eins og ég segi, skipulagt@akraness.is ef það er eitthvað sem er ósvarað. Takk fyrir. Ég getur komið svona. Þú komið skjötta? Já. Það er skóðsöngur hérna einhvers staðar.